Já, góða hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu eftir sumarfrí. Við erum búin að vera í smá sumarfrí og við ætlum að byrja aftur. Nú svona orðið haustlegt úti og haustið er framundan, báðum þar að skólarnir að byrja ef að COVID lifir og svo svona í gang svona venjulegri dagar. Allir komnir í bæinn og fólki sem var í bænum farið aftur heim út á landsbyggðina. Íslendingar fóru í sumarleyfi, Reykvíkingarnir og höfuðborgarbúarnir út á land og ég tók eftir því, ég bý niðri í bæ, að fólki út á landi kom í sumarleyfi til Reykjavíkur. En við ætlum að byrja á því að heyra hérna á eftir í þjóðhagsráði Rauðaborðsins. Ásgeir Brynjar Torfason og Guðrún Jónsson eru hérna. Ólafur Margeirsson sem hefur verið með þeim í þjóðhagsráðinu, hann kominn hálfa leiðin upp á Matterhorn, held ég. Hann í fjallgöngu í Sviss. En áður en að við hleypum hagfræðingunum að hérna kominn Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur aðrir voru í sumarfríi verið að gagnrýna lífeyrissjóðakerfið og verið umræðu það. Og það sem ég var að velta fyrir mér svona á leiðinni hingað var að lífeyrissjóðin alltaf svo gríðarlega stórt fyrirbrigði og ég býst við að við ræðum það svolítið við hagfræðingu eftir. Þetta er svo stórt fyrirbrigði bara í hagkerfinu og iðgjöldin á lífeyrissjóðunum eru allt þegar það nálgast 20% sem að vinnandi fólk greiðir í það og gríðarlega fyrirferð í þessu, en það eiginlega sáralítið rætt lífeyrissjóðakerfið. Þannig að mér langar eiginlega að bjóða þig velkomin, Ragnar Þór. Takk fyrir það. Og mér langar að bara að þetta er svo stórt mál og hvort við getum leyft okkur að horfa á það svona aðeins á færi og ef ég má spyrja því svona, segjum svona bara eftir 10-15 ár. Hvað sérðu fyrir þér? Hvernig verður lífeyrissjóðakerfið áfram? Myndirðu vilja sjá það áfram í gangi? Vildirðu sjá það trimma niður? Vildirðu sjá það lagt af? Hvað er það sem er á bakvið þetta, þessa baráttu? Hver getur niðurstaðan orðið? Já, þetta er náttúrulega gríðarlega stór spurning og hvað að segja, ef maður horfir kannski bara á markmiði með þessu öllu saman er kannski fyrst og fremst að opna umræðuna kerfið, þá kannski upplýsta og gagnrýna umræðu, ekki út frá þeim sem að mæra kerfið út frá einhverjum möntrum sem þeir eru kenndar að þetta sé besta lífeyrissjóðakerfi í heimi og það sé nánast gallalaust og við séum öfunduð allan heima af því að hafa þetta gríðarlega ógnarstóra sjóðsöfnunarkerfi. Og það sem að ég svona kannski freka verið að þrýsta á er að fá upplýsta, gagnrýna og svona málefnalega umræðu lífeyrissjóðakerfi vegna þess að kerfið er langt frá því að vera fullkomið. Við erum með kerfi sem í sjálfu sér hefur ekkert reynt á. Þetta er kerfi sem er markaðsdrifið og þarna erum við að byggja rauninni framtíðar afkomu fólks upp á það hvernig markaðsaðstæður eru hverju sinni. Hvernig mun afkoma fólks og hvernig mun fólki reiða af í gegnum niðursveiflur þegar kerfið eru fullt þroskað og sjóðirnir þurfa að selja eignir til þess að geta greitt út lífeyri. Við vitum það árið 2009 eða eftir hrun þegar seljanleiki var enginn á mörkuðum og þá hafði lífeyrissjóðirnir þurft að fara í brunaútsölur til þess að greiða út lífeyri og þá hefði eignabruninn orðið í rauninni ófyrirséður. Og þetta er þessi svokallaða markaðsáhætta sem ég bent mjög lengi á að sé innan kerfis. Síðan þarf líka að taka þessa umræðu, hvort að þetta sé þessi raunverulega samtrygging sem að margir halda fram vegna þess að við erum með réttindakerfi sem byggir á meðallaunum, ævilöngum meðallaunum, sem þýðir einfaldlega það að láglaunakonan sem að gat aldrei lifað af sínum launum hvernig á hann geta að lifa þá á 56% af þeim launum eftir að vinnuskyldu lýkur. Nú er enda búið að hækka iðgjöldin úr 12 í 15,5% sem á að skila þetta 74-76% af meðallaunum. En alveg sama, hvernig á þetta dæmi að ganga upp fyrir sérstaklega láglaunafólk sem að margir hafa haldið fram að lífeyrissjóðakerfið sé sniðið utanum láglaunafólki á meðan bankastjórinn fær síðan aftur sama hlutfall af sínum ofurlaunum og er miklu líklegri til þess að til dæmis hafa komið yfir þessi skuldlausu þaki yfir starfsævina og þar jafnvel þá minna til þess að lifa af. Máttu við að lífeyrissjóðakerfið framlengir stéttaskiptingu í samfélaginu? Já, hún gerir það og lífeyrissjóðakerfið eins og það byggt það elur á mismunum, framlengir mismununa og rauninni
þennan ójöfnuð sem að í okkar samfélagi og gera hann í rauninni ennþá verri þar sem að við hljótum að átta okkur á því að það lifir enginn á lægri meðallaunum heldur en hann hefur sem hann gat ekki lifað af meðan hann var á vinnumarkaði. En ef tilgangurinn, Ragnar, var að efna þessum umræðu, þá var ég að sylgja með því að það eiginlega tókst ekkert sjálflega vel. Það voru 2 kallar þarna í SA sem að hótuðu að fara í mál við þig. Seðlabankastjóri kom fram í einhverjum fréttatímum og ég svona kurteislega sagði þér að þú ætti að vera að þegja og mættir ekki hafa skoðanir á lífeyrissjóðunum. Og það eiginlega, þetta var mest áberandi viðbrögðin. Hvað er þetta svona hættulegt mál, lífeyrissjóðamáli, eða við bara svona léleg í því að taka upp boltana eða ert þú svona lélegur í því að gefa boltana? Akkur ekki svona eðlileg umræðu þessi mál? Vegna þess að hún hefur verið þögguð niður. Það er að mörg að taka þegar kemur að lífeyrissjóðakerfinu. Það getur vel verið að fólk vilja hafa þetta kerfi svona. Vilja hafa það að fólk sem hafi hærri tekjur fái meira og svo framvegis og það sé ekki þetta jöfnunartæki eins og skattkerfi til dæmis ætti að vera. Og almannatryggingakerfi, klassíska almannatryggingakerfi 20. aldar var. Og þannig að þetta er bara spurningar sem þarf að taka og það þarf að ræða þessi mál og ræða raunverulega kosti og galla kerfisins, þessa áhættu sem við erum með. Og ég persónulega þeirra skoðunar að ég tel að sjóðsöfnunarkerfið eins og það íslenska er byggt upp gangi hreinlega ekki upp. Eins og ég nefndi áðan, ég menn eftir hrun að það var ákveðið að greiða út séreignarsparnað til fólks, það mátti leysa út alltaf 1 milljón. En lífeyrissjóðurinn gátu ekki losað eignir á þessum tímapunkti, þannig að þeir fengu að greiða út þessa 1 milljón með afborgunum, þannig að nota innstreymið til þess að standa undir útstreymi. Og þetta er ágætis dæmi hvaða vanda þetta kerfi, sjóðsöfnunarkerfi, mun standa frammi fyrir í framtíðinni þegar að kerfið verður full þroskað og lífeyrissjóðurinn þarf að losa til þess að greiða út. Síðan aftur á móti eru við með önnur lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi sem að fara eru þá bara skattkerfið, hverja kynslóð stendur undir. Og ég heldur ekki hrifinn af endilega þeim kerfum, en ég tel svona að blanda að kerfin beggja vegi svona ágætlega upp þessa kerfisvillu sem ég tel vera innan þeirra beggja. Og það er svona mín sýn á þetta, en það virðist rosalega erfitt að fá þessa umræðu upp á borðið. Það er búið að samþykkja reyndar að fara í einhverja endurskoðun, en ég er svo hræddur að sú endurskoðun verður þá á forsendu þeirra sem að vilja halda í sama fyrirkomulagi. Og þú bendir á það að það fer allt á hliðina þegar við skiptum okkur af lífeyrissjóðakerfinu. Í fyrsta skipti sem verkalýðshreyfingin stígur fast niður fæti að sjóðunum skuli beitt eins og við höfum verið að tala Við skiptum út stjórn lífeyrissjóðsins sem við vorum gagnrýnd fyrir, en í rauninni ekki fyrir hvað. Þá var það þannig að Seðlabanki var að lækka stýrivexti, en lífeyrissjóðurinn tók ákvörðun að hækka vexti. Og hvað er það annað en að vinna gegn peningastefnu og markmiðum Seðlabankans? Og einnig braut sú stjórn lög vexti og verðtryggingu sem að síðar, held ég tæplega ári seinna, var staðfest af Neytendastofu að lífeyrissjóðurinn eða stjórnin braut lög með að hækka vexti og var það leitt ólögmæta skilmála á lánunum. Og sem að varð síðan til þess að lífeyrissjóðurinn þurfti að lækka vexti tilbaka og endurgreiða sjóðsfélögum ótekna vexti. Og ef þetta var til dæmis ekki næg ástæði fyrir okkur til að skipta stjórninu út, þá er það bara mjög, ég veit ekki hvernig ég orða það, mér finnst það bara mjög varhugaverð gagnrýni, sérstaklega í ljósi þess að eins og Guðrún hefur bent á að Seðlabankinn hefur tekið lífeyrissjóðakerfið nánast eins og leggur sig eina fjárfesta og útilokað til eða hvatt á til að fara ekki út með peninga og fjárfesta erlendis. Þannig að Seðlabankinn hefur eiginlega skildað lífeyrissjóðina eða svona tilmæli til þeirra að vera inn í íslenska krónuhagkerfinu til þess að vera ekki of mikið álag á krónuna og hún falli, til þess kannski að þeir sem eru utan lífeyrissjóðina og vilja komast út úr íslenska krónuhagkerfinu geti gert það á ódýrari hátt. Nákvæmlega, og þarna er verið að mismuna gróflega, og ef þetta er ekki mjög alvarleg inngrip inn í fjárfestingar lífeyrissjóðina, þetta er miklu alvarlegri inngrip heldur en við nokkuð tíma fórum í.
Sömuleiðis hefur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra talað fyrir því að það verði sett eða fara einhver aðgerðir þannig að lífeyrissjóðir fjárfesti í grænum skuldabréfum og ég ekki að segja þessi slæmt en ég lít bara þannig á að við séum rauninni komin mjög nálægt kjarna málsins og bara spillingarinnar í íslensku samfélagi þegar að viðbrögðin eru svo orsakfengin sem að hafa verið við því að við höfum verið að benda á augljósa annmarka. Við höfum verið að benda bæði með þegar við skiptum út stjórnin og sömuleiðis líka þegar við bendi á spillinguna í kringum Lindarvatn. Það sem að almenningshlutafélagi sem í stærstu hluteiga lífeyrissjóða kaupir fasteignaþróunarfélag á að virðist verði sem að úr öllu samhengi og þetta eitthvað sem að ég hélt raunverulega við værum laus við í okkar samfélagi að það væri svona snúningar teknir á lífeyrissjóðum. Nú var nýlega verið að birta grein í Stundinni almenningshlutafélagið Festi þar sem verið að kaupa í gegnum af einhverjum fyrrverandi viðskiptafélögum og tengdum aðilum fyrirtæki á verði sem að virðist vera úr öllu samræmi við það sem maður taldi að gilda svona almennt í viðskiptum með félög og þetta í sjálfu sér bara smækkaður útgáfur af málum eins og Störling-málið þar sem að menn voru að kaupa verðlítil og jafnvel verðlaus félög á uppsprengdu verði og taka síðan gríðarlegar upphæðir út úr slíkum snúningum sjálfur og þá hlýtur maður að spyrja sig, ekki eitthvað að stjórnkerfi lífeyrissjóðanna þegar að svona viðskipti fá að þrífast án virðist einhverja mótspyrnu eða athugasemda bæði stjórna félagana og síðan aftur eigendana sem eru að stærstu hluta lífeyrissjóðs. Það eitt í þessu því að hagfræðingarnir komin eftir og við höfum rætt saman eiginlega frá því að kórónufaraldurinn byrjaði svona þróunin í efnahagsmálum. Og eitt af því sem hefur komið fram í þeirra máli að við erum að sigla inn í svona lágvaxta tímabil sem að Guð má vita hvað verður lengi að það verði vextir verði bara nálægt núllinu í okkar heimshluta og það náttúrulega ástæðan fyrir því að með allri virðingu fyrir lífskjarasamningunum svo kvöldum að þá ástæðan fyrir mikilli vaxtalækkun Seðlabankans núna að Seðlabankinn aðlaga sig að svona lágvaxta stefnunu sem ríkjandi og flestir meta sem svo að verði ríkjandi í okkar heimshluta lengi enn. Lífeyrissjóðakerfið á Íslandi gengur svolítið út á það að sé svona 3,5% ávöxtun í kerfinu þannig að þú leggur inn peninga og svo þurfum við að borga út eftirlaunin þá færðu borga út það sem þú lagðir inn pluss svona ávöxtun á þeim peningum alla þína lífsleiði alla þína lífstíð og þá erum við að gera ráð fyrir því að það kerfið gangi upp að þess ekki alltaf vera að tapa peningunum á 8 eða 10 ára fresti. Nú þegar við horfum fram á það að segjum bara næstu 10 eða 20 árin að það séu að fara inn í tímabil sem er lágum vöxtum að það náttúrulega reynir raunverulega á þessa grunnhugmynd kerfisins að hún kannski ekkert að fara að virka þannig að það er ekkert svona vaxtagreiðsla innan úr systeminu sem átómatist bætir upp þann lífeyrisauðgjöld sem að þú leggur til og skilar þér betri lífeyri. Þetta getur verið þess að þú nefndir áðan að láglaunakona með 58% af láglaununum sínum að hún getur verið að horfa bara á 40–42% að fara að lifa því. Ég að velta fyrir mig hvort að þessa breyttu forsendur, bara í heimshagkerfinu, sé tilefni fyrir verkalýðshreyfinguna kannski að setja lífeyrissjóðakerfið í einhver svona endurmat. Hvort að þetta sé kerfi sem að muni vinna með okkur næstu 20 árin. Og þá hleypi ég yfir það sem þú ert að gagnrýna sem stjórnirnar og þátttaka þeirra í atvinnulífinu og öðru slíku. Hvort að breyttar forsendur í heimshagkerfinu kalli á það að við setjumst niður og veltum fyrir okkur þessu stóra kerfi. Jú, þetta alveg rétt að en sko lífeyrissjóðirnir eða sjóðsfélagar þeir afkoma okkar byggist ekki á ávöxtunum kröfunni. Krafan sem slík, hún í aukaatriði. Það sem tryggir fólki afkomi í gegnum þetta kerfi, sjóðsöfnunarkerfi, fyrst og fremst gæði fjárfestinganna. Það sem að þau verða, gæðin og svona þessi langtíma sjónarmið. Við megum ekki gleyma því heldur að sjóðsfélagi ekki sá sem að tekur út lífeyri og komin á eftirlaun.
sjóðsfélagi sá sem að byrjar að greiða inn í lífeyrissjóði frá 16 ára aldri og hann er rauninni sjóðsfélagi til dauðadags. Þannig að þú ert miklu lengur sjóðsfélagi, greiðandi sjóðsfélagi heldur en sjóðsfélagi sem tekur út úr lífeyrissjóð. Þannig að hagsmunir sjóðsfélagi sem eru skilgreindir í lögum, ekkert frekar heldur en hagsmunir sjóðsfélagi, hlýtur að vera þá lífskjör okkar á meðan við erum á vinnumarkaði, til dæmis aðgangur að öruggu og hagkvæmu húsnæði, aðgangur að hagkvæmu lánsfjármagni og svo framvegis. Lífeyrissjóðirnir gerðu og hafa oft gert ríka kröfu, til dæmis fyrir hrun að þá voru skuldabréfin í Existu, Bakkavör og fleiri fyrirtækjum að verðtryggða á 6,25 og hærri vöxtum, en þau voru ekki verðtryggð og öruggari en það, þetta tapaðist nánast að fullu. En krafan sem slík, hún er aukaatriði þegar kemur að endanlegum heimtum. En þegar væntingin hana er fallin, þá er kannski til einskis að vera en sjá til, þá kem ég að hinum punktum, en það er hægt að ná þessu fram með öðrum hætti, til dæmis heldur en að krefja hárra vaxta. Ég hef til dæmis spennt á það, hefði ekki verið nær fyrir lífeyrissjóðina að fjárfesta sem eigendur í uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði, aðgengi með hóflegri ávöxtunarkröfu. Þessi raunvirði, til dæmis íbúðarhúsnæðis, hefur hækkað 4,3% á ári hérna á höfuðborgarsvæðinu síðustu, frá 97. Við erum ekki með tölur lengra aftur í tíman og það er bara raunhækkun húsnæðis og hefur skilað í sjálfu sér og þetta, lífeyrissjóðirnir hafa ekki farið neitt inn á þennan markað. Þetta er bara til dæmis ein fjárfestingarleið fyrir lífeyrissjóði sem þeir ættu að skoða miklu frekar til dæmis heldur en að fjárfesta í til dæmis 3 sílíkonævintýrum, bæði á Bakka og síðan á Suðurnesjunum og síðan verkefnin í Hvalfirði, þar sem að fóru ekki skófla ofan í jörðina, en samt fóru þar eitthvað á 3 milljarð í súginn. Þannig að þetta skiptir líka máli hvernig, ef við náum ekki hærri kröfu, að þá eigum við frekar að reyna að beina þá peningunum til samfélagslegra verkefna sem skila þá betri lífsgæðum og lægri kostnaði við að lifa. Er umræða lífeyrissjóðina inn í verkalýðshreyfingunni? Er forysta verkalýðshreyfingarinnar að móta sér framtíðarstefnu um lífeyrissjóðmálin, eða er þetta bara umræða sem á sér stað inn í VR í kringum þig? Hún er ekki nægilega mikið innan hreyfingarinnar og það er kannski fyrst og fremst út af því að það er þessi mýta sem er alltaf haldið fram að þetta sé eina kerfi sem gagnist, þetta sé kerfi sem gagnist fólkinu best, þetta sé besta kerfi í heimi og þetta eru mýtur og möntru sem að glimja í hausnum á manni þegar maður er að benda á augljósa annmarka. Og ég er ekki að segja að þetta sé ónýtt kerfi eða ég er bara einfaldlega að benda á augljósa galla og leiðir til þess að koma einhverjum umræðum, vitrænum umræðum að status, hvort við eigum að halda í þetta kerfi eða hvort við eigum að skoða einhverjar aðra leiðir til þess að auka jöfnunarkerfisins. Það er ekki víst að það sé stemning fyrir því, en við þurfum allavega að ræða það. Og sérstaklega núna, eins og þú bentir réttilega á, að það er alveg ljóst að eins og staðan er í dag, að það er blikur á lofti í bæði viðskiptalífinu hérna innanlands og bæði og heimsmyndin er að breytast út af þessu COVID-ástandi. Og þá er líka kannski ennþá frekar tilefni til að setjast niður og endurskoða þessi kerfi. Og sérstaklega í ljósi þess að fólk skilur ekki þessi kerfi. Og ef þú skilur ekki kerfin sem að þú þarft að reiða þig á eftir að vinnuskyldu lýkur eða bara reiða þig á grunnþjónustu og annað, að þá finnst mér þau ekki eiga rétt á sér. Ég meina það eru örugglega fáir sem að geta sagt í rauninni til það hvernig réttindi í lífeyrissjóði verða til. Hvernig er réttindaáherslan? Er hún aldurstengd? Er hún jöfn? Fólk bara skilur þetta ekki. Það fær einhvern yfirlit senda árlega og það botnar ekkert sérstaklega mikið í því hvað þar er að finna. Og sérstaklega þegar þú ferð á eftirlaunin sjálf, þarf það að gera tekjuáætlanir, þarna koma skerðingar inn í og það er einmitt þeir sem hafa annaðhvort borgaði sjóði sem hafa tapað miklu eða hafa lægstu réttindin sem þurfa viðbótar framlag frá Tryggingastofnun og lenda þar að leiðandi verst í skerðingunum. En þeir tekjuherri gera það ekki. Þannig að það eru óbúslega mörg atriði sem þarf að endurskoða, en það verður ekki gert með varðhundum kerfisins. Það þarf að gera það bara með réttsýnu og svona
fólki sem tilbúið til þess að opna sjóndeildarhringinn það að þetta sé ekki endilega það besta sem til er. Við ættum kannski að hafa sem reglu í lýðræðissamfélagi að hafa kerfin svo einföld að flesti geti skilið þau. Kannski hluta lýðræðinu. Maður hefði haldið það að það sé svona partur að því að vera í samfélagi að skilja út á hvað það gengur og tala ekki að skilja hvernig kerfin virka vegna þess að það alveg ljóst og ég held að ég þurfi ekki að rökstyðja það neitt frekar að þetta lífeyrissjóðakerfi sem við erum með og búum við og samspil við almannatryggingar að það er kerfi sem gengur engan veginn upp. Herðu Ragnar, ég þakka kærlega fyrir að setja þarna við rauðaborðið og ræða lífeyrissjóðsmálin. Ég ætla að halda því áfram miðað við hamagangi sem var í kringum þig svona síðustu vikur þá kannski verði ég að bjóða fólki bara nafnleynd og vera undir hauspoka að tala lífeyrissjóðamáli því að grimmdin er mikil í þeim sem er að verja þetta kerfi. En ég þakka kærlega fyrir og ég ætla að skipta Ég ætla að fá þau til þess að setja þennan við borðið Ásgeir Brynjar Torfason og Guðrún Jónsson. Kannski ef ég má byrja á þér Ásgeir þegar þú vinnur ekki á lífeyrissjóði. Guðrún hún tengist lífeyrissjóðunum. Hvað við höfum talað það í gegnum allt COVID og kreppuna það séu eiginlega öll grunnkerfi samfélagsins séu í endurskoðun. Lífeyrissjóðakerfið ekki eitt af þeim? Þurfum við ekki lífeyrissjóðakerfið eftir COVID í þeim raunveruleika sem við erum að fara að sigla inn í núna? Er það ekki að einhverju leyti annað heldur en þær hugmyndir sem við höfðum það fyrir COVID? Jú, sko á fleiri en einn hátt. Þú nefndir aðeins, ég held að sé mjög mikilvægt að endurtaka, við höfum rætt það í fyrir þáttum. Ísland núna komið inn á vaxtastigið sem í löndunum í kringum okkur. Við héldum okkur margfalt fyrir ofan hinn löndin, alveg frá hruni, náttúrulega hluta til í höftum, en núna erum við komin inn í 0 vaxtaumhverfið eða með 1% stýrivexti hér og bara það kallar á að menn hugsi nú varðandi reglugerðina sem segir að lífeyriskerfi skuli skila 3,5% umfram verðtryggingu. Sem ekki fræðilegu möguleikir í dag nema bara að fara að flytja inn fíkniefni eða eitthvað slíkt. Já, þannig bara þetta út af fyrir sig að við séum komin á hvort sem við vorum þvinguð inn á það vaxtastig vegna kófsins eða annars en allavega. En ég benti til dæmis á og það kom hérna út hvítbók framtíð fjármálakerfisins fyrir ekkert svo lengur síðan en það nú allir búin að gleyma það var í ársbyrjun síðast árs. Og þar var einn af mínum stærstu gagnrýnipunktum, ég held að ég sé að finna þetta bæði á samráðsgáttinu og stundinni, en þar var einn af mínum stóru punktum í framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið að það ekki hægt að tala fjármálakerfið á Íslandi til framtíðar og sleppa því að tala lífeyriskerfið, því það svo stór hluti af fjármálakerfinu. Nú og svo ofan á þetta trend að þá erum við bara með hinn breytta heim vegna kófsins. Ég meina verðmætasta fyrirtæki í heimi í dag, kom á Bloomberg í gærdag, er gífurlegur taprekstur í bifreiðaframleiðslu, en það rafmagnsbílaframleiðandinn Tesla. Og verðmætari en öll önnur fyrirtæki, verðmætari en Apple og Facebook og Google. Þannig og þau eru þó farin að skila hagnað. Þannig að þetta í viðbót við síðan það sem þið nefndu aðeins og ég held að maður verði að taka með inn í þetta að sko, þó ég hafi forðast að tala um opinber fjármál þá hinn mikilvægir þáttur efnahagslífsins Seðlabankinn og Seðlabankinn sem er búinn að setja okkur núna niður á vaxtastigið í heimskerfinu í kringum okkur að hann kemur síðan með þessi gjaldeyrishöft á lífeyrissjóðina meðan aðrir eru fyrir utan og þetta er gífurlega stórt atriði sem að mér finnst stórfurðulegt hvað lítið fjallað í meginstraumsfjölmiðlunum að svona sé hægt að gera án þess að það sé nánast lagastoð fyrir því síðan geta seðlabankastjóri og forsætisráðherra verið að ræða einhverjar mögulega lagabreytingar varðandi stjórnarmenn eða eitthvað þess háttar en ekki að vera að ræða þetta atriði sem alveg stórfurðulegt. Guðrún, hægt að meta þetta, hvað þetta þýðir fyrir sjóðina? Þeir með svona tilmælum haldið inn í íslenska hagkerfinu og hafa raunverulega
enga möguleika annað en að þá fjárfesta hér innanlands í kannski hlutafjáraukningu Icelandair eða hvað svo sem er í boði hérna innanlands. Miðað við það að geta þá farið út og fjárfest þar, munur á því að vera fasturinn í krónunni eða fá að sleppa út og kannski milda höggið þegar hún fellur og ef hún fellur. Er þetta með eitthvað hvað þetta þýðir raunverulega fyrir svona sjóðin ef við myndum hugsa þá sem svona hagsmuni sjóðsfélagi eins og oft er gert? Já, það er náttúrulega sko þessi mögulega skaði sem hefur orðið fyrir sjóðfélagana að hafa ekki svigrúm til að taka þátt í því svona þeim uppgangi sem hefur verið á hlutabréfamarkaðum erlendis. Það er náttúrulega svo sem hægt að sýna fram á einhverja sko einhver svona sviðsmyndir sem er það svo sem ekki erfitt sko. Við tökum bara ef lífeyrissjóður hafi ætlað sér að taka stöðu í S&P 500 frá mars og til loka haustsins eða loka ársins eða hvað það er. Þannig að það opinberar upplýsingar í rauninni, getur bara en hins vegar sko. Þá erum við að tala um milljarða, við erum að tala um milljarða sem að lífeyrissjóðir hafa mist af. Já, sko það er alltaf erfitt að segja svona counterfactual eða fara gegn staðreyndum, það er að segja sýna hvernig hjásagan lítur út sko. Það er að segja að það er alltaf auðvelt að segja bara við ætluðum ekki að fara út en það er ein umræðan, en hin er auðvitað sko að þegar Seðlabankinn er með svona tilmæli, íþyngjandi tilmæli til eins aðila á markaði eða íþyngjandi tilmæli almennt og yfirleitt, þá er það nú svona í reglubókum Seðlabanka almennt og yfirleitt að það þarf að vera gert með gegnsæjum hætti, það þarf að vera gagnvart öllum aðilum og oftast þarf nú sko bara lögboð eða löggjafinn að koma að því að hefta viðskiptafrelsi. Og það sem er náttúrulega nauðsynlegt að sé til þess að svona íþyngjandi aðgerðir geti staðist, bara lög og jafnræði borgarna og svo framvegis, að þá þarf að vera neyð til staðar. Svo að þess vegna hef ég verið að reyna að leita eftir upplýsingum frá Seðlabankanum hvers vegna þessi leið er farin þar sem að neyðin er ekki augljós. Jú, vissulega var óvissu ástand og eðlilegt í rauninni að Seðlabankinn taki svona rúntinn á helstu fjármagnsflutninga aðilum eins og lífeyrissjóðina til þess að kortleggja svolítið hver er áætlunin hjá okkur og til þess eins að svona raða sínum tólum saman til þess að geta brugðist á við miðað við þá stefnu sem sett er innan Seðlabankans. En allt þetta auðvitað Seðlabankinn er bara svo stórtæki að og allar hans aðgerðir þurfa að eiga sér stað með mjög svo formlegum hætti og það liggur bara ekki fyrir hver var neyðin og hvers vegna var þessi leið valin, hvers vegna lætur Seðlabankinn hjá líða að beita ef þeir telur að gengi krónunnar sé ógnað til þess að halda verðstöðugleika, að þá er það náttúrulega í hlutverki Seðlabankans og til þess hefur hann aflað sér gjaldeyrisvaraforða. En er aðgerðin sjálf skýr eða voru þetta svona óljós tilmæli sem að kannski ekki hægt að benda á nákvæmlega þessu blaði fór Seðlabankinn fram á að lífeyrissjóður verslunarmanna færi ekki út úr krónunni neitt? Já, sko, þetta er bara, maður geta kynnt sér þetta á bara í opinberum gögnum. Það er hvatningaryfirlýsing sem að vísað er til í fundargerð Seðlabankans sem að kom út núna 21. júlí sem að þá lítur á því eða fær mann til þess að halda að frumkvæðið hafi komið frá lífeyrissjóðunum og þá var maður að spyrja sig hvers vegna eða var það staðreyndin og svo framvegis. Þetta er og svo, já, þannig að þetta er óvanalegt að sjá, mjög óvanalegt og krefst miklu frekari skýringa heldur en hefur verið hægt að finna á vef Seðlabankans fram á þessu. Það komið fram í máli ykkar að hlutverk Seðlabanka sé að halda uppi eignaverði í heiminum. Er þetta aðgerð sem er hugsuð til þess að lífeyrissjóðirnir fá ekki að fara út eða svo tilmælum það gerir það síður til þess að halda uppi eignaverði á Íslandi? Sko, já, ef þú talar um verðstöðugleika almennt á eignum og þá aftur, ég eiginlega get ekki tjáð mig öðru sem svo að segja þér
það þarf þá að vera stefna sem að markaðsaðilar geta áttað sig á hver vilji Seðlabankans og aðgerðir sem hann fer út í þurfa að vera vel útskýrðar fyrirfram og vera opinberar og aðgengilegar öllum markaðsaðilum. Ásgeir Brynjar, þú af öllum mönnum sem ég þekki þá hefur þú mestan áhuga á seðlabönkum. Þetta fyrirkomulag að vera með svona róljós vá, ef ég skil þetta rétt, og svona tilmælin ekki alveg svona skýr, heldur þau svona reynt að stýra þessu svona eins og svona frændi sem að lýsi svona vilja sínum í því að þú stendur þig með einhverjum hætti. Þetta vanabundnar aðferðir út í heimi? Nei, ég hef hvergi séð þetta og ég hef nú kynnt mér og rannsakað og fylgst miklu meira með hinum alþjóðlegu stóru seðlabönkum heldur en þessum sennilega minnsta í heimi sem hér hjá okkur. En ef að markmiðið sem ég gæti alveg skilið að sem sagt, láta krónun ekki falla meira en hún gerði í hruninu, þá náttúrulega forðinn til staðar og menn voru nú að gagnrýna uppbyggingu þessa forða og töldu að mér allt og dýran og stóran. Ég var nú þá hjá Rómarödd að segja að það væri gott að eiga góðan, þykkan, stóran forða því að hann í alvöru gjaldmiðlum og heldur þar með verðgildi sínu þó að það sé útreiknaður kostnaður sem bara kostnaðurinn af að halda gjaldeyrisforðann byggðist á því að það voru svo háir stýrivextir á Íslandi. Þannig að þetta bara bókhaldsleg æfing. En var hann ekki tekinn að láni, var ekki gagnrýni svo að hann hefði raunverulega verið tekinn að láni þá erlendis eða voru menn að gagnrýna? Það var fyrir hrun. Núna eftir hrun hann bara afraksturinn af túristabólunni. Þannig að og það hægt að beita honum til að verja gengið, til þess að halda verðstöðugleika landinu. En þarna virðist mér eins og að menn hafi viljað svona passa upp á forðann sinn upp í Seðlabanka, ekki nota hann, en nota forðann sem við eigum í okkar sameiginlegu lífeyrissjóðum og láta þar einhvern veginn ganga á forðann eða rýrna sem sagt ef maður reiknar út í erlendri mynd. Ég meina og þar með missum við af að fjárfesta í Tesla eða einhverjum öðrum útlenskum bréfum sem eru að koma með aukin verðmæti núna vegna breytingarnar á heiminum. En þetta ég hef ekki... Ásgeir, ekki alltaf að mæla með því að við sem að fjárfesta í Tesla, þannig að í annað skipti hljóma svolítið eins og þú sér að haldaði fram að Tesla sé stórlega ofmetið hlutafé, ekki? Nei, ég spái ekkert markaði. Ég hins vegar bara bendi á staðreyndirnar úr fyrirsögnunum sem kom út heimi. Þetta verðmætasta fyrirtækið í heiminum og núna og sem við höfum talað oft áður líka og ég var nú bara bréf í Guardian í fyrradag undirritað yfir 100 hagfræðingum allan heim það að nýji heimurinn sem við erum að endurbyggja núna verður að vera laus við kolefnið og það tengist náttúrulega til dæmis Tesla, rafbílum og öðru þess að þannig að það sko bara alveg eins og ef maður tekur norska olíusjóðinn sem hefur ekki fjárfest í neinu olíutengdu á raði. Það þeirra lífeyrissjóður, það þeirra forði ef maður hugsar þetta út frá bændamálunum. Olíutengdu myndi það þýða það ekki fjárfest í Icelandair? Já, sko ég held nú að þeir hafa alveg haldið áfram að fjárfesta í flugvélum en þeir myndu kannski velja Norwegian frekar en Icelandair ekki að því að það sé norskt félag heldur að því að þeir eru á nýrri og sparneytnari vélum. Þannig að ef maður að skoða umhverfisáhrifin þess áttar, svo ég meina það og svo kemur olíuverð inn í það og þess vegna gekk rekstur vel að því olíuverð lækkaði svo þó að menn væri með gamlar vélar. Þannig að það er svo margir faktorar sem spila inn í en COVID hefur síðan svona eins og við hefum nefnt áður, það hraðar þessum breytingum. Þannig að núna reikna ég með að það verði miklu hraðari þróun á rafmagnsflugvélum til dæmis. Og bara það eitt og sér, þú veist, Tesla hljómaði sem algjört vísindaskáldsögu fyrirtæki fyrir örfáum árum, sko. Og núna hljómar það sem einhver algjör vísindaskáldsöga að fara að fljúga á rafmagnsflugvélum yfir Atlantshafið.
það má alveg búast við að það þurfi kannski einhver 10 ár þar sem að rafmagnsflugvélar þurfa að lenda á hlaða, eða það þarf ekki að hlaða eins og rafmagnsbílar, það verður mögulega hægt að breyta álverum á einhverju eyju út í Miðhafi, þar sem að hægt að hlaða orku inn í einhverja álbarra og svo lenda vélarnar og skipta út hérna í gildi battería í vængjónum í staðinn fyrir olíu, þannig að þetta þarf ekki að þótt að hljóma eins og vísindaskáldsaga núna, þá þetta eitthvað sem að getur gert okkar staðsetningu aftur að einhvers konar eins og kaldastríðs voða góða allavega í einhver ár, og þá nú eins gott að BlackRock eigi hérna flugvöllin okkar eða flugfélagið okkar. Það sér alveg Ólafur Ragnar Grímsson hérna fagna þessu, hann var alltaf að leita af sérstöð Íslands aftur frá hérna eftir svo kynslóð sem að sakna raunverulega kaldastríðsins, þar sem að var hægt að sækja peninga út á nattstöð Íslands og sérstöðu. Hún fagnar þessu opinlega mikið. En áður en að við tölum Ísland 2.0, eins og þú veist að sömulit að byrja, var langt út af lífeyrissjóðunum og samtalinu sem ég átti hérna við hann Ragnar Þór. Guðrún, þú hefur svolítið talað að skort á því að það sé svona opin umræða þar sem að séu svona einhvern veginn lögð spilin á borðið hvað eru við að fást og til hvað aðgerða kunnum við að grípa, þannig að þessi ljóst á hverju aðgerðir stjórnvalda byggjast og kannski sóst eftir fleiri sjónarmiðum svona fyrr, ekki að við sem ekki bara ræða viðbrögðin við ákvörðunum sem eru teknar, heldur séu umræða sem á undan. Lífeyrissjóðirnir miðað við umfang þeirra og stærð og mikilvægi í íslensku hagkerfi, inngrip þeirra inn í bara fyrirtækjarekstur, mikilvægi þeirra í afkomu okkar og öryggi og hlutur þeirra inn í velferðarkerfinu okkar og öðrum slíkt, þá eitthvað undarlegt við að það fæst eiginlega ekki upp nein umræðu þetta kerfi. Og Ragnar náttúrulega dæmi það sem að reglulega reynir að ræða lífeyrissjóðakerfið, hann náttúrulega sumlítið svona hrekkjóttur, hann velur kannski svona efni sem að vekja snögg viðbrögð þeirra sem að vilja verða í kerfið, en svona heilt yfir þá eiginlega bara engin umræða þetta kerfi í íslensku samfélagi. Ég hef ekki séð hana. Ég hef séð Gylfi Magnússon svona varfærni hefur verið í tvígang svona reynt að brydda á svona pínlítli umræðum, kannski eilitlum efasemdum að þetta var endilega besta kerfið, að við þurfum kannski að skoða einhverja blöndun af sjóðasöfnun og gegnumstreymi, en að öðru liti bara sárreitur umræða þetta rísa fíl. Já, það kannski bara vegna þess að það hefur ríkt svona tiltekin sátt kerfið og ef til vegna þess að það er ekki sérstaklega gagnsætt til dæmis. Við fáum auðvitað ársskýrslur hvers og eins lífeyrissjóðs fram einu svona ári, en það erfitt að átta sig á og bera saman ávöxtunartölur til dæmis, þannig að það hefur kannski ekkert verið svona, það hefur kannski skort á upplýsingum og kannski þessi stærstu hagsmunaaðilar sem koma að sjóðunum upp frá 1969 hafa svona verið í svona steady state eða hvað ég segja svona nassjálfvægi, og það virðist ekki hafa verið fram að þessu neitt hvati til þess að víkja frá þessari ríkjandi leikaáætlun að stjórnkerfi lífeyrissjóðanna sé með þeim hætti sem það hefur verið. En það er mjög vaxandi ósátt meðal eftirlaunafólks sem þykkur afkomu sína út úr sjóðunum, mjög vaxandi. Það er eiginlega hópur sem jaðra við að segja við byltingarástand og reglulega að hóta því að fara að bjóða fram til þings, og þannig það er mikil ósátt í kringukerfinu. Já, ég held að hún sé bara að birtast núna, og það kannski líka vegna þess að yfir tíma þá sér maður oft, og sérstaklega þegar einhver svona áföll sér stað, þá fær maður tækifæri til að meta hvort að kerfin sé að virka fyrir það sem þau eiga að virka eða ekki. Eins og til þess bara heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum er náttúrulega eins og opið sár, og þetta fyrirkomulag að atvinnurekendur sjáu starfsfólki sínu fyrir heilbrigðisþjónustu er augljóslega ekki að fara að ganga upp þegar það vart með heimsfaraldur sem að leggst yfir allar þjóðir og allt fólk. Þannig að það verður að loka vinnustöðum og segja upp fólki, og þá er það bæði veikt og án heilbrigðisþjónustu og án starfs. Eins er kannski með lífeyrissjóðakerfið og við þurfum að átta okkur á því
hvað í því þarfnast umræðu og gott og vel, ég held að það séu margir sem eru allflestir þeirra skoðunar, það eðlisnu góður hlutur að starfsfólk leggi til hliðar jafnt og þétt yfir ævina og eigi fyrir ævisparnaði þegar það fer á eftirlaun vegna þess einfaldlega að þá getum við notað þetta sem við köllum 8. undur veraldar. Þú þarft ekki að safna öllum þeim krónum áður þú hættir að vinna sem þú tekur út, heldur að meðan þú ert að taka út lífeyrissparnaðinn, þá hann áfram að vinna fyrir þig og það eru vextir og vaxtavextir sem er bara svona maskína sem Einstein kallaði 8. undur veraldar. Sem að gengur ekki alveg jafn hratt núna eins og áður af því að það eru lágir vextir. Já, við göngum náttúrulega, lágir vextir á áhættulausum fjárfestingum, það eru lágir vextir á þeim. En það á eftir að breytast. Við vitum að það breytist yfir tíma og þá þarf það náttúrulega að endurskoða fjárfestingarstefnuna. En þó svo að í kjarnanum sé fólk sátt við það að það séu við sem að öflum okkar búum til sjóð og tökum svo út úr honum þegar við hættum að vinna. Það er ekki þar með sagt að það þurfi ekki að skoða það fyrsta lagi hversu vel hefur gengið til, tekist til og að hvaða leyti. Það er eitt að afla góðrar ávöxtunar fyrir hönd sjóðfélaga og eins og þeir eru raunin að segja að þetta hafi verið allt saman á autopilot fyrir sjóðstjóra lífeyrissjóðanna því að ég meina, það hefur verið hátt vaxtastig og næstu því jafn hátt og þarf til þess að skila 56% af meðallaunum þegar við komum til fyrir á eftirlaun bara með því að kaupa ríkisskuldabréf. Þannig að það er náttúrulega ekki, það krefst ekki mikillar hugarleikfimi að komast eða hæfni til þess að skila því af sér. En það er nú engu að síður skuldbendingin sem að lífeyrissjóðirnir eru búin að gangast undir að þeir ætla fyrirfram búið að ákveða hversu mikið á að greiða út. Og þessi 3,5% miðast náttúrulega bara við það, hversu mikið þarf á ávöxtun til þess að ná þessu markmiði. Þessari skuldbindingu á endanum, hinum endanum. En það er ekki allt upptalið. Hitt er að þú þarft líka sem svona féhirðir fyrir hönd annars fólks að þá þarftu bæði að afla ávöxtunar en þú þarft líka að sækja tjón ef að tjón verður, ef einhvern tekur við peningunum sem þú ert að fela þeim fyrir höndina umbjóðanda og fer illa með peningana eða stingur þú í vasann og fer til Caymaneyja, þá verður að vera ljóst að skaðinn er sóttur og mál eru höfð. Og ef að það er þannig, og við sjáum það bara, búin að leita mikið af málum þar sem að lífeyrissjóðirnir hafi verið málshefjandi eða sóknaraðili eftir skaðabótum vegna taps sem orðið hefur að þeir hafi orðið fyrir og í ljósi þess hversu stórir þeir eru, að þá er það furðulegt hversu lítið hefur orðið af slíkum málum og komið fyrir dómstóla. Og bara eitt í rauninni mál. Núna algjörlega nýlega er þetta Silicon skilst mér, ég hef ekki séð svo sem málflutning opinberan í því, en það var þarna lífeyrissjóð verkfræðinga sem að fóru á eftir sjóðstjóra eftir hrunsárana, en það er upptalið eftir hrunið og við vitum að það var fjöldinn allur af opinberum málum þar sem fólk var hneppt í varðhald og fékk fangelsisdóm og satt dóminn eða tók út sína refsingu. En einkaaðilar hafa ekki sótt eftir skaðabótum sem hefur hlotist án efa af þeirri hegðun sem að taldist vera glæpsamleg samkvæmt opinberum rétti. Það er í vor eða á tímabilinu þar sem að Ísland virtist vera eiginlega smitlaust samfélag. Þá ræddum við út frá grein eða erindi sem að Gylfi Zoëga flutti verðmæti þess að lifa í smitlausu samfélagi þar sem hann sagði eitthvað sem svo okkur liggur ekki á að vera að opna landið eins og sagt að flýta því að fólk getur komið hingað með því að stytta sóttkvína sem hafi verið 14 daga niður í eitthvað, kannski ekki neitt með því að vera með mælingar eða að kanna smita á landamærum. Síðan hefur það gerst að ég veit ekki hvað við erum í seinni bylgju, kannski erum við í bakslagi, það er ómögulegt að enginn þorir að spá það, hvað er að fara að gerast, en við erum komin aftur í það að það er verið að takmarka vextur
veitingastæðir, margir geta ekki haft opið vegna þess að það er ekki hægt að tryggja 2 metra regluna sem núna orðið regla, ekki bara tilmæli. Það hefur verið að loka líkamsræktarstöðvum og skrúa fyrir íþróttaæfingar og þannig að við sjáum að það er strax komið svona afleiðing af því að það hefur verið að skrúast svona ofan af því samfélagi sem var komið í gang. Svo erum við að velta því fyrir ykkur hvort að við höfum fórnað meiri hagsmuni fyrir minni með því að vera að teygja okkur eftir einhverjum gjaldeyri frá ferðamönnunum, náðum hingað inn, en er núna kannski, vonandi ekki, standa frammi fyrir því að kannski verða skólarnir opnaðir með miklum takmörkunum og það samfélag sem að Guðrún að sumuleyti dauðslifandi fegin að vera lausuð frá Bandaríkjunum og ég hef helling af Íslendingar sem hafa búið í Bandaríkjunum sem eru komið líka heim, sem eru bara guðslifandi fegnir að vera losna undan því að þurfa að lifa undir ógninni af COVID. Er þetta að meta það? Var telt og tæpast af að? Gerði ríkisstjórnin mistök með því að hlusta of mikið á hagsmunaaðila í ferðaþjónustunni en ekki vera að hlusta á bara hinna svona almennu lífsgæði sem við Íslendingar byggum við að búa í smitleitu samfélagi? Ásgeir Brynjar, má ég biðja þig að byrja? Já, ég held að það sé ómögulegt að meta það. Við vitum ekki einu sinni hvort að þessi bylgja sem er núna, hvort hún hjaðnar eða vex og já, það hefði geta verið þægilega að hafa bara lokað en það er ekkert víst að það hefði gert annað en að fresta þessari bylgju sem er núna þannig að við vitum ekki ennþá hvort það eru 18 mánuður ennþá í bóluefnið ekki. Ég meina ég er allt eins viðbúin því að ferðaþjónusta eða flug í heiminum fari í gang 2022 en ekki á næsta ári. Þú veist, ég er ekki að spá því og ég er hvorki að vona það en ég ekki en við bara vitum það ekki ennþá. Og það er nú það sem ég fannst einna best að heyra núna að menn eru allavega farin að tala langhlaup. Þú veist nú að ég hleyp langt upp á fjöllum, ekki á malbyggi, ekki í sléttu og þetta er ekki bara langhlaup því að þetta er langfjallahlaup því að það verður upp og niður og það er ójafnt undirlag og það er þó allavega framdróun frá því þegar við vorum að byrja hérna í þessum þáttum hjá þér, þar sem að allt og margir virtust halda að þetta væri bara ein helviti skjá sem við þurftum að hoppa yfir. Og bara brúa það hratt, fljótt og vel og svo er þetta búið allt fínt. Hittir svolítið inn í sjóðasálfuna sem er svona koma svo að við getum bara ráðist á verkefni og drifið af okkur eins og við Íslendingar gerum og svo værum við bara laus þarna í byrjun júní og allt væri gott eftir það. Það er komið ljós og svo er ekki. Og við eigum þetta á eftir að verða miklu verra á mjög mörgum sviðum. Jafnvel þó okkur muni vonandi ganga vel á veirusviðinu að þá bara mun að taka svo langan tíma. Og samhliða er það sem að var undirliggjandi vandi með loftslagsvána er núna bara í raun og veru möguleikinn til að breyta í þessu en það þarf þá að breyta rosalega miklu og meðal annars að ferðaþjónusta verður við síðan og varin við þurfum að breyta miklu meira en bara einhverju ferðaþjónustu við þurfum að breyta öllu samfélaginu og það er að breytast allan heim núna og spurningin er ætlum við að vera eftir á og fylgja þar eða ætlum við að vera svona, ekki kannski undan kurfunni en með kurfunni og surfa svolítið á þessu sem við gætum Þurfum við ekki líka að breyta bara mælunum í mælaborðinu til dæmis að kunna betur að svara því hvers virði er að hafa skólan að opna án röskunar. Það er svo fljótt farið út í það er bara verið að horfa á hagsmuni atvinnulífsins, arðsemi peningana, hvað er mikið hægt að draga mikla peninga út úr einhverju fyrirtæki og fara eigendunum, en svona eins og það að hafa bara smitlaust samfélag, þar sem við getum lifað svona eðlilegu lífi og opna skóla og fleira, það er eiginlega fáir sem eiginlega kunna að sitja svona verðmiða á það og það að þið er ekki verðmiða á því að þá vill það oft fara að verða svona aftarlega. Og minni vöxt og hægari vöxt sem er kannski öruggari vöxtur og meira sigla. Já, meiri sigla, meira þolgæði, meiri styrkur í þeim vexti heldur en einhverjum hraðvaxandi vexti sem alltaf bognar og brotnar. Og það krefst svo mikil breyting á hugsunarhætti sem var óumflýjanlegur en var ekki að verða af því að menn ýttu bara undan sér loftslagsvánni
alveg eins og með ýtt á undan sér í raun og veru vandanum að fjármálahruninu síðast og seðlabankarnir út í heimi voru að prenta peninga til þess að halda því uppi. Núna erum við farin að prenta peninga líka og halda vöxtunum niðri, en við erum ekki farin að tala hvernig ætlum við að komast í gegnum þetta á seiklunum, hvernig ætlum við að byggja upp í raun og veru nýtt og öðruvísi samfélag en ekki að endur starta hinu sem var fyrir og ég er ekkert viss að lausnin á því sé að bæta smávegis eða eins Guðrún var, ég er stundum ósammála Guðrún sko, að það er ekki víst að vöxtur fjármunana muni aftur verða á næstu áratugum eins og það hefur verið undanfarið og þá þurfum við að endurhugsa lífeyriskerfið. Við þurfum að endurhugsa svo margt en það er svolítið lítil hefð fyrir því að ræða hlutina þannig opið og gagnrýnið og velta upp hlutum af því að það liggur ekki fyrir hver lausnin og það er ekki ein rétta leiðin en hins vegar liggur alveg fyrir að við og heimurum erum í þessum vanda og ég held að það væri miklu betra ef við getum komist yfir í þann hugsanhátt og komast út úr þessari átakabaráttu og fara að hugsa við eigum ríkissjóð saman, við eigum seðlabankann og gjaldeyrisforðann í seðlabankanum saman og við eigum lífeyrissjóðakerfi saman. Hvernig látum við þessa þætti spila saman þannig að við fáum öll sem best út úr því í staðan fyrir að sé einhverjir hagsmunahópar eða það sé verið að hleypa einhverjum úr og passa upp á einhver aðra og láta aðra taka einhvern skell og síðan einhver... Það er náttúrulega fólki sem vill ekki taka þátt í þessu samtali við þig sem að hefur farið með þetta allt saman eins og þau eigi það sem er bara takmarkar hópur og þau eru á þessu þannig að ekki býstu við að þau allt í einu skipta skoðun og segja já ég ætla að láta fleiri taka þátt í ákvörðunum það hvernig ég fer með þá sjóði sem ég hef hingað til ráði bara ég og vinir mínir, hann er ráðið hingað til. Já, en ég held að komast ekki upp með það lengur að halda það fyrir sig. Það þarf núna að ákveða og ræða það í samfélaginu. Ætlum við að hafa hérna flugfélag eða ætlum við bara að láta það fara á hausinn og láta Norwegian sjá á fluginu eða eitthvað nýtt flugfélag. Ætlum við að nota sameiginlegu sjóðin okkar og lífeyrissjóðinn okkar til að eiga flugvöllinn eða ætlum við bara að láta BlackRock eiga hann og taka hagnaðinn af því bæði þegar við lendum og ef einhver aðrir Guðrún, fullt af sjóðum til út í heim sem eru til í að fjárfesta lengi. Guðrún, þú vilt kannski svara Ásgeiri, hann var eitthvað að derra sig og segja þetta er ósamálaður? Já, það er bara frábært ef við náum að skiptast á skoðunum. Það þýðir að skiptast á skoðunum, það er ekki það sömu. Hins vegar vil ég segja og taka undir orð sem að Mohamed El-Erian hefur verið að halda á lofti sem og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og það er þessi áminninga til stjórnmálamanna að það er ekki nægilegt að vinna stríðið, það þarf líka að vinna friðinn. Og nú er verið að kalla eftir því að það komi nú einhvers konar stefnumótun frá ríkjandi valdhöfum það hvernig ætla menn að byggja samfélagið, bæði hvað þarf að gera til þess að komast í gegnum COVID, það er eitt. Og á þeirri vegferð verðum við að taka afstöðu til þess hvað við viljum að muni vaxa og dafna því að ríkisvaldið er bara svo öflugt tæki að það í rauninni með því að hlúa að tilteknum iðnaði eða tiltekinni þekkingu eða beita sér með þeim þunga sem að ríkið hefur og á til ef það beitir sér á annað borð. Að þá þarf það að beita sér á þeim sviðum sem eru lífvænlegir eftir COVID og ekki að halda því við sem að hefur í rauninni komið okkur í þau vandræði sem eru til staðar. Og þá er ég að tala þetta eins og Ásgeir að tala græna atvinnustefnu og það að við... Atvinnuveg með kannski betri störfum heldur en ferðaþjónustan. Já, því miður þá lítur það út fyrir eða það er hættan, skulum við segja, á því til dæmis að ferðaþjónustan muni breytast að minnstakosti til skamstíma. Ég hef mikla trú á því að Ísland er það attraktíft eða lokkandi fyrir erlenda ferðamenn og það er svo margt sem við höfum hérna sem að við getum verið mjög ánægð með og stolt og fundist við
og bara vera þakklátt fyrir það að vera frá þessari litlu eyju þar sem að samtakamátturinn mikill þegar áföllin dynja yfir. Fyrir utan þetta tæra loft sem hér og eins og þú nefnir að heilbrigðiskerfið og opinber stefnumótun í lýðheilsumálum til dæmis hefur algjörlega bjargað okkur í gegnum þetta með hjálp frá einkaaðila. Og þannig að það sem að maður óttast að sjá að til skamms tíma muni til dæmis verða einhver vending í ferðamannaþjónustu. Og hættan sú að eignarhaldið á ferðamannaþjónustu fyrirtækjanum muni færast á færri hendur en ekki eins og hún núna dreifð út allar trissur og ásvonlegt að ferðast landið þar sem að litlu gæjarnir eru búin að koma sér fyrir og byggja upp með sínu hugmyndaauðgi og sinni hugmyndaauðgi og vinnu og miklu meiri alúð í öllu þegar við erum með fjöldan allan af framleiðendum eða atvinnurekendum en ekki bara 2-3 stóra. Þá verður allt fyrir eitthvað einsleitt og þá tapast það sem við kallum neytendaapati í rauninni. Það eru gæði sem við verðum af. Þannig að hættan svo að það verði samþjöppun í geiranum og ferðaþjónustan verði allt önnur sem að gera það verkum og það hefur líka áhrif á hversu attraktíft verður að koma til Íslands. Hver vill fara til Bandaríkjanna? Hver hefur ferðast til Bandaríkjanna? Til dæmis að fara til Toledo, Ohio, annars vegar og svo Denver, Colorado hins vegar eða Arizona, Phoenix, Arizona. Prófið þetta bara. Þið farið á einn stað og þið sjáu hvað? Þið sjáu McDonald's og Banana Republic og Restoration Hardware. En svona reyndar allar borgir í Evrópu verða líka. Restoration Hardware, allt þetta sama. Þannig að það gaman að fara til Parísar. Borgirnar í Evrópu að verða svona líka. Það eru bara eins og maður sé alltaf fastur á einhverju flugstöðu í Kastrup og það bara sömu búðirnar. Ég bjó í smástund í París og ég get svarið að ég sá stórkostlega breytingar á einu ári, hvernig borgin var að fara á fleygiferð í þess átt sem þú verður lýsa. Algjörlega. Og þetta er náttúrulega hið pólitíska landslag sem að getur beitt sér í þessu. Frakkarnir hafa verið, og sérstaklega Parísarbúar kannski, þeir hafa verið frekar persónusamir upp á sín séreinkenni heldur en okkur tíma Bandaríkjamenn. Þannig að þarna kemur bara samkeppnislöggjöfin inn í og þarna kemur mikilvægi þess og skattkerfið, hvernig ætlum við að hlúa að litlum og meðalstórum atvinnurekendum svo að þeir geti búið til í nærumhverfi okkar góða vöru og hlúið að okkar samfélagi. En í samtali okkar hérna í síðla vetrar í vor og fram eftir sumri, það snýrst mikið þetta. Það hafa núna verið breytingar í sambandi við seðlaprentun og hlutverk ríkisins, sjálfstæði seðlabanka og hlutverk ríkisins í að endurbyggja upp atvinnulíf. Við ræddum þetta fram og tilbaka fyrir þess að ég trúði og kannski þið líka, ég veit ekki eða ekki, að þetta yrði umræðan í samfélaginu. En hún fór aldrei í gang. Það var aldrei verið umræða það hvað svona samfélag við ætlum að byggja upp eftir COVID. Þangað til að núna daginn að þá segir sóttvarnalæknir eiginlega svona uppgefin af því að bera ábyrgðina á öllu bara Íslandi eins og að leggur sig og segir þetta nú ekki bara sóttvarnalegar ákvarðanir sem það að taka. Stjórnvöld þurfa nú kannski að fara að mæta borðinu og fara að ákveða hverjir hagsmunir okkar eru og hvað við viljum gera til þess að lifa með og saman með þessari farsótt til framtíðar. Og þá kemur í ljós að það var ekki slík umræða farin í gang. Það var ekki fyrir en að maðurinn sem var látinn eiginlega að bera ábyrgð á Íslandi einn og sér, hann eiginlega bað bara hvort það væri ekki svona næstum mánuðum, mætti ekki draga fleiri að borðinu til þess að fara að ræða það hvað svona samfélag við vildum hafa hérna. Já. Þetta náttúrulega eitthvað meira en lítið bogið að bara umræðin í samfélagi. Ég held að það sé nokkuð til þessu þó svo það byrja að nefna að svona það sem við köllum nú aftur komið með íslenska orðið ef við erum með góða þýðingu countervailing forces í okkar samfélagi. Það er svona andsvar í samfélaginu hefur sannarlega batnað. En maður sér líka svona hvernig fjölmiðlarnir sifta eða sigta í gegn það sem þeir telja að vera fréttnæmt. Þannig að auðvitað almenningur verður að vera full meðvitaður það hver er sendiboðinn og hvaða hag hefur hann, hverra hagsmuna hann að gæta.
og þess vegna bara svo mikilvægt að svona stöð eins og þessi hérna og þessir frjálsu í rauninni óháðustu skulum við segja, fjölmiðlar fái nú samt sem að þrifist og það upp á okkur í rauninni sem borgara samfélagsins að bæði að taka þátt í kostnaði við að reka það og hafa kröfu á okkar fulltrúa á þingi að þeir sinni því að allavega sjálfstæði einhverja fjölmiðla sé ekki ógnað. Þannig að það annars bara deyr lýðræðið. En hugmyndir að laga rekstrarstöðu fjölmiðlana eins og sagt eru að fara í það áttina að það séu bara þeir stæðstu sem að flestir eru í eigu útgerðarinnar eða einhver auðmanna að þeir fái peningin sko. Ekki kjarninu eða stundin. Nú líður á sko, þetta alltaf, við erum komin mjög langt frá kannski þessu efnahagslega, en auðvitað, efnahagslegar ákvarðanir eru teknar af hinu pólitíska valdi og þar eru auðvitað margir leikendur og margir ættu að geta tekið þátt í þessari umræðu og sér í lagi stjórnarandstaðan. Þannig að ég er nú engin stjórnmálafræðingur sko, og er ekki góð í að greina einhverjar pólitískar strategíur, en ég held að sko það virðist allavega ekki vera þannig að þeir sem eru ríkjandi valdhagar í dag eru ekki að bjóða upp á þetta samtali, eru ekki að lýsa því hvað þeir ætla að gera enn sem komið kannski vegna þess að þeir vilja halda upplýsingum nær sér eða vegna þess að þeir eru ekki búin að móta sér skoðun á því og það alltaf mjög alvarlegt ef það síðar á við. En hins vegar verður maður að bíða eftir því og bíða spenntur eftir því hvað ætlar stjórnarandstaðan að leggja til. Ég heyri þetta í einstaka þingmönnum svona að lýsa þessum grænu áherslum og svona sko. En ég get tekið undir það er svona, það vantar í þessum meginstraumsmiðlum svona dýpri umræðu eins og maður sér í stærri samfélögum eins í Frakklandi og Bandaríkjunum og ég hef nú ekki verið mikið í þar alveg nýlega. Bretlandi er sumpart. En kannski með þessum breytingu á fjölmiðla dreifingu upplýsinga í gegnum samfélagsmiðluna, þá gæti það náttúrulega verið að hún eigi sér stað einhvers staðar að þess að ég hafi séð hana. Okay. Óskar. Já, ég held að einhverju leyti kannski þetta skiljanlegt að fólk hafi þurft tíma. Ég náttúrulega svolítið óþolinmóður stundum og við vorum kannski stundum hér að tala hlutina fullsnemma en núna held ég að það verði eftir sumarfríið að bretta upp ermarnar og taka alvarlega umræðuna og umhugsunina og í raun og veru einhvern veginn að losa upp. Þetta í raun erfiðara heldur að fá fólk til að aflæra einhverja fastar hugmyndir sem eru fastar inn í hausnum á því. Hans Rosling minn uppáhalds í þessu frá Svíþjóð sem var að afhjúpa hvernig við vorum með fastar eldgamlar hugmyndir Afríku og það sama á alveg eins við núna, fjármálakerfið eða umhverfismálin eða og við þurfum lífeyrissjóðina og kvótana og hvað sem er. Þannig að það væri svona fyrsta skrefið. Sáttmál að tala, bara megi tala allt á opinn hátt og hugsa hlutinu upp á nýtt, en ekki... Kannski, því að þú varst að tala að því að vera að vísa umræðu sem var hérna við Rauðaborðið í apríl og maí, við ættum kannski bara að sleppa því að kalla á ykkur aftur og bara endurspila þá þætti, þeir eru þá meiri í takt við umræðu sem eru vonandi að verða núna. Því að við fórum mjög rækilega yfir svona Ísland 2.0 og mikið rætt það hér vikum og mánuðum saman. Það verður líka bara fróðlegt að fá að heyra í öðrum og halda þessari umræðu gangandi og fá fleiri sjónarmið með það. Ég held að það sé bara að henni góða. Við skulum enda með því að við ætlum að halda umræðinu gangandi. Ég fæ örugglega ykkur aftur að Rauðaborðinu, Ásgeir Brynjar Þorvaldsson og Guðrún Johnsen og kannski með Ólafi Margeirssyni sem er núna líklega bara komin upp á Mattuhorn eða eitthvað enn herra. Hlustendum þakka ég fyrir að hlýða á okkur í kvöld. Við munum halda Rauðaborðinu áfram. Við vorum með alla virka daga frá því að COVID byrjaði og þangað til stuttu fyrir verslunarhelgi og við munum líklega reyna það. Ég er ekki ennþá búin að ákveða hvað verður á morgun, en það verður örugglega einhverjar áhugaverðar umræður. En ég hvet ykkur til að fylgjast með á samstöðinni á Facebook og við erum á YouTube líka. Rauðaborðið er í podcasti og þá má finna okkur svona víða undraheim netsins. En ég þakka viðmælendum aftur kærlega fyrir hlustendum og segi bara góða kvöldið.